Við kynntumst honum 1986 þegar Tommy, vinur minn og trúbróðir sem var hérna þá, fór til Amsterdam og hitti Ed og Tommy gaf hann skóna sína því að Ed var í götóttum skóm. Og síðan var það til þess að Ed Fernandes hann kom hérna í heimsókn og þá vorum við með húsnæði hérna úti í Grófinni og við keyptum diskotek árið 1986 held ég. Það var ekkert mál. Og ég man að Ed kom og fyrstu samkomurnar sem við höfðum þá komu svona 150 til 200 manns. Við vorum með raðsamkomur og Ed var mjög yndislegur, öflugur predikari og hann búinn að vera það öll árin og ég man að við byrjuðum að hjálpa til þessi kirkja og þá var kirkjan hans mjög lítil. En í dag eru kirkjurnar sem hann yfir sér hátt í 100 og það eru fleiri þúsundir manna sem hann eins og biskup yfir. Þannig að hann hefur öll árin verið trúfastur og predikað Guðs orð. Við höfum heimsótt Filippseyjar og kirkjuna hans 3 sinnum. Hann hefur komið hérna sennilega 3-4 sinnum líka. En núna stendur hann eiginlega frammi fyrir bara banvænum sjúkdómum. Það eins og djöfullinn hafi ráðist á bara allan hans líkama. Það þarf að taka af honum tá af því að fóturinn allur orðinn svart. Það drep í fætinum hans. Hjartað illa komið. Hann fekk vatn í lungun og það má segja að það bara allt. Hann inn á sjúkrahúsi og það hlaðast upp reikningarnir líka. Það dýrst að vera veikur á Filippseyjum fyrir þá sem þangað ætla. Þannig að það betra að vera vel tryggður. Þannig að fórnin rennur til hans í dag. Við viljum styðja við bakið á þessum Guðs manni. Og við trúum því að Jesús hann líka snerti við honum á sjúkra beðinu. Vegna þess að Jesús Kristur hann í gær og í dag hinn sami. Og ég bara þakkláttur fyrir það að við megum eiga trúna á hann. Og ég var að tala það síðast þegar ég talaði að við byggjum til þess að fögnuður okkar verði fullkomin. Og mér langar að halda aðeins áfram með Lúkas 18:8 þar sem að Jesús Kristur hann var að segja sögu, dæmisögu. En þegar að hann búinn að ljúka dæmisögunni þá segir hann þessi orð. Hann segir mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Í Pétursbréfinu að þá vers sem segir að fyrra Pétursbréf, 1. kafli, 7. vers. Þar segir að það til þess að trúa staðfesta yðar langtum forgengilegri en langtum dýrmætari en forgengilegt gull sem þó stenst eldraunna geti orðið til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krist. Hér talað eitthvað sem dýrmætara en gull og þegar Jesús kemur þá hann að segja okkur að það eitthvað sem hann leitar eftir þegar hann kemur og það eitthvað sem hefur verðgildi fyrir hann. Það hefur ekki endilega verðgildi fyrir heiminn vegna þess að fyrir marga trúin á Guð bara heimska en Jesús að segja okkur að þegar hann kemur og áður en hann kemur að þá hefur hann áhyggjur af því að hann muni ekki finna trúna eða þá sem að hafa
verið trúfastir eins og konan sem hann var að segja okkur frá. Konan sem stóð á rétti sínum, rangláti dómaran vildi ekki gefa henni það sem hún átti, en hún stóð stöðuglega á rétti sínum. Og þannig að við sjáum að Jesús hann leitar að einhverju sem miklu dýrmætara en gull. Og mér langaði bara að vekja athygli okkar á þessu í dag að trúin hún dýrmætari en gull. Og trú sem stenst eldraunina og trú sem stendur og stendst, það trú. Trúin, ef við eigum trú, þá munum verða reynd. Við sungum áðan og reynd var með árum, oft trúin með tárum. Og þannig það að ef við eigum trú, að þá ekki víst að allt gangi upp eða allt gangi eins og við viljum. Nei, trúin snýst það að við horfum á Guð í eldrauninni. Og þá sjáum við Guð. Og í öðru Tímóteusarbréfi að þá segir Páll, ég hefi barist góðu baráttunni og ég hefi varðveitt trúna. Þannig að þegar ég las þetta þá hugsaði, ok, það líka hægt að varðveita ekki trúna, missa hana. Og Páll segir, ég hef varðveitt trúna, hann hefur líka þetta verðmat eins og Jesús. Hann segir ekki, ég varðveitti húsið mitt, það bjargaðist, eða hann talar ekki hlutabréfin sem hann átti sennilega ekki, eða neinar jarneskar eignir. Hann talar að hann hafi, fyrir hann var það mest að hafa varðveitt trúna. Og ég trúi því að það skipti máli fyrir okkur á þessum tíma að varðveita trúna sama hvað á gengur. Og spurningin með það sem þegar Jesús bað fyrir Pétri, bað hann kannski eins og margir biðja í dag, já drottinn, hjálpaði honum Pétri nú að eignast gott hús og gefði honum góða vinnu og allt það. Nei, Jesús hann sagði, ég beði fyrir þér að trú þín hún þrjóti ekki. Hann sagði, Satan hefur krafist þess að fá að sælda þig sem hveiti, en ég beði fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Þannig að ef að Satan var á eftir Pétri, þá hann líka á eftir þér og mér í dag. Það alveg hreinar línur. Og Jesús hann biður ennþá fyrir okkur og hann þráir að finna trúna í hjörtum okkar þegar hann kemur. Og það segir hérna í lifandi orði að ef ég vitna aftur í Pétursbréfið, þá segir að þegar trú þín stendur gegnum margar raunir, þá mun hún færa þér lof, dýrð og heiður þegar Jesús Kristur opinberast. Það trú okkar, hún mun, og trúmennska og trúfesti mun vera það sem færir okkur heiðurspeningin. Við horfum á Ólympíuleikana og allt þetta, það besti leikmaður eða heimsmeistarakeppnina, besti leikmaður, hann fær spjald. Það sem Jesús spjaldið sem við munum fá trúmennska, gott þú góði og trúi þjóð. Hann leitar að trúnni. Það líka sagt að í Hebreabréfinu að án trúar ógerlegt að þóknast Guði. Hugsið ykkur, að við getum ekki þóknast Guði, það snýst allt trú. Það snýst allt þetta að trú á hann. Við frelsumst fyrir trú, ekki fyrir okkar verk. Alveg sama hvað við erfiðum streðum, við frelsumst bara fyrir trú. Það sama með lækningu. Við frelsumst og læknumst bara fyrir trú. Þess vegna svo erfitt oft fyrir týndi sonurinn, hann fekk þetta bara 1, 2 og 3. Hann var ekki einu sinni trúfastur og hann hafði eytt öllu og sóað öllu, en svo kemur hann í iðrun og trú og segir bara, Faðir, fyrirgefðu mér. En hinn sonurinn sem hann búinn að vera erfiða og hann hafði ekki trú fyrir því að Guð myndi vilja gera, eða Faðirinn myndi vilja gera neitt fyrir hann. Og oft það þannig að við eigum svo erfitt með að taka við frá Guði af því að við viljum vinna fyrir því. En það trúin sem
snertir Guð. Það trúin sem snertir hjartans og þá kemur krafturinn. Og málið að í dag lifum við á tíma þar sem að lygin hún kemur eins og bara flóð og lygin og vantrúin eins og flóðbylgja í þessu þjóðfélagi. Og það margt sem svo fyndið. Ég sá svona fréttabrot að það ein ung kona, hún ætlar ekki að fá sér Teslu. Af hverju ætlar hún ekki að fá sér Teslu? Jú, að því að Elon Musk trúi því að það séu bara 2 kyn. Og þá vill hún ekki fá sér Teslubíl. Þannig að lygin, hún svo, sem sagt, flæðir yfir og vantrúin og fólk hæðist að þeim sem að hafa þessi guðlegu gildi eins og að það sé bara til karl og kona. Rosalega það gamaldags. Nei, það ekki gamaldags. Það bara staðreynd og það sannleikurinn. Og sannleikurinn, hann setur fólk frjálst. Þannig að við lifum á þessum tíma að það aðeins, það má segja að Jesús hann sagði dæmisögu að þegar flóði kæmi þá var það bara húsi sem væri byggt á bjarginu sem stendur. Og við munum bara standa fyrir trú. Og það eru ritningar í Biblíunni sem tala þetta flóð. Í Opinberunarbókinni 12 þá talað að djöfullinn hann komin niður í miklum móð. Hann veit hann hefur skamman tíma og hann leitandi að þeim sem hann getur gleypt. Það segir kannski ekki alveg þannig en það segir að hann ofsótti konuna í Opinberunarbókinni 12:15 og konan þar Ísrael og hann ofsækir líka aðra tilbeðjendur Jesú Krist og hann sem sagt spýtti flóði á eftir konunni. Það kom eins og flóðbylgja og það segir jörðin kom konunni til hjálpar og það ýmsar skýringar á þessu en sem sagt náttúrulega að þetta á við Ísrael á hinum síðustu tímum. En þetta hefur líka andlega merkingu að flóði kom til þess að hún bærist burt með straumnum. Og flóðið sem mætir okkur í dag til þess að fá okkur til að berast burt með straumnum. Guð sagði við Móse að hann skyldi ekki fylgja fjöldanum til illra verka. En það svo auðvelt ofta að fylgja fjöldanum. Það svo auðvelt að fylgja þessari flóðbylgju tíðarandans til þess að vera meðtekin. En það verið að segja okkur að við eigum ekki að gera það. Nú ég segja 59 að þá sjáum við að þá spádómsorð að rétturinn hrakinn á hæl, réttlæti stendur langt í burtu og sannleikurinn hann hrasaði á strætónum. Og hreinskilnin kemst ekki að. Og ég fletti þessu orði upp í lifandi eða New Life Translation sem ensk lifandi orð, þá segir að hreinskilnin hefur verið gerð útlæg. Hugsið ykkur, hreinskilni í dag, hún hefur hreinlega verið gerð útlæg. Og þetta gerir það að margir að ganga af trúnni. Það svo margir sem ég þekkti þegar ég var ungur sem voru brennandi þá. Og þeir eru gengnir af trúnni. Og einn þeirra meira að segja formaður vantrúar. Hann var svo mikill trúboði sá drengur en nú trúir hann ekki lengur eða segist ekki trúa að Guð sé til. Hann hefur hafnað trúnni á Guð. Og það eru margir sem ganga af trúnni og segir fyrra Tímóteusarbréf 4:1 og þeir gefa sig að kenningum illra anda. Og þetta svo típist með kenningar illra anda þetta, það flæða yfir. Að fólk segir að þetta sé þetta og þetta sé hitt, að ég svona og við eigum að finna þetta og finna hitt og leyfa líkamanum að segja okkur hver við erum. Nei, Guð skapaði okkur í sinni mynd og við leyfum Guði að skilgreina hver við erum. Það sannleikurinn. Þannig að það eru margir sem að ganga af trúnni. Það eru örðugatíðir, menn hafa á sér yfirskyn, guðhræðslunar, en
og nota trúna sem yfirskyn en þeir afneita kraft hennar. Og það vers í orðskviðunum sem segir velmeint eru vinarsárin en viðbjóðslegir kossar hatursmannsins, orðskviðun 27:6. Og ég var að hugleiða þessar ritningar örðuga tíðir og allt sem þar mennirnir elska Guð meir en munaðarlífi segir, en svo líka þegar þú fer á Facebook þá sérðu þetta hjarta, ást og fríður. Og svo kemur þetta og þetta, ást og fríður. Og ég versið í orðskviðunum í raun og veru skilgreinir þetta að ást og fríður getur stundum verið eins og kossar hatursmannsins. En það viðbjóðslegt, segir Salomon, að kossar hatursmannsins eru viðbjóðslegir, þannig að sá kærleikur sem í gangi í heiminum í dag, hann falskur og afvega leiðandi. Hann falskur og afvega leiðandi. Þegar mér sagt að ef ég ætla að ráðleggja einhverjum unglingi eða ungu barni að það sé rangt að fara í kynbreytingu eða leiðréttingu eða hvað menn vilja kalla það, að þá ég ekki í kærleikanum. Það kærleikur að segja barninu að það verða að hlusta á líkama sinn og það verða að gera eins og því finnst og skilgreina sig eins og því finnst. Það segi ég, afvega leiðandi kærleikur, það samsvarandi við viðbjóðslega kossa haturs mannsins. Sannur kærleikur, hann fylgir alltaf sannleikanum. Hann fylgir sannleikanum og hann stendur með þér. En málið að þessi afvegaleiðandi kærleikur, hann lætur þér líða vel stund. En svo skilur hann þig eftir í sárum. Og ég hef hlustað á óteljandi vitnisburði ungs fólks sem hefur verið skilið eftir í sárum og nú vill það fara aftur tilbaka, það búið að eyðileggja, það búið að fara í skurðaðgerðir og það vill snúa aftur tilbaka. Stúlka sem hafði breytt sér í dreng og nú vill hún fara aftur tilbaka. Og ég hlusta á vitnisspurð hennar fyrir bandarískri þingnefnd og hún var að vara við því unga fólki við að láta ekki afvega leiða sig. Þannig að þetta tíminn sem við lifum á og Jesús Kristur, hann vill að við stöndum í trúnni. Og það það sem að hann vill koma með inn í þennan tíma og ég var að hugsa að á dögum, þegar við lesum í gegnum Biblíuna, þá svo oft sem að fólk í kringumstæðum, við lesum reynslu sagnir Ísraelsmanna, Elía, spámannana, Jeremía og Ísraelsmenn, þegar þrengingin kom, þá bara gleymdu þeir alveg Guði. Þeir bara ásökuðu Móse, sögðu honum að vildu grýta hann, en það sem þegar við lesum eftir á, þá sjáum við, þeir lentu í þrengingu, fyrst trúðu þeir Guði, voru ægilega glaðir, lofuðu Guð, síðan kemur þrengingin, þá vil ég bara grýta Móse og Aron og Móse og Aron, þeir standa stöðugir í trúnni og Móse verður fyrirbýðandi allra Ísraelsmanna. Síðan leiði Guð það bara út. Þannig að við sjáum að áætlun Guðs með Ísraelsmenn, hún breyttist aldrei. Þeir fóru í gegnum þrengingu, svo voru þeir leystir út, alveg svo Guð hafði sagt. Og það þetta sem þetta var eins með Nehemía og það sem Nehemía gerði og segir í Nehemía 4:14, Nehemía 4:14 segir hann við Ísraelsmenn, ekki hlusta á þessa mótstöðumenn, minnist heldur drottins hins mikla og ógulega. Og málið þegar við lendum í erfiðleikum, þegar við lendum í sjúkdómum, þegar við lendum í einhverju sem að kvelur okkur, þá gleymum við alltaf í fyrsta, Guð hérna, en hann svo rosalega lítill og langt í burtu, við gleymum því að drottin hinn mikli og ógulegi. Og Nehemía mynd upp á heilagan anda og heilagur andi, hann kemur alltaf með drottin sem mikinn og ógulegan, miklu meiri heldur en allar kringumstæður okkar.
En málið að það snýst ekki að við séum mikil, það snýst að við séum í auðmýkt og við varveitum trúna. Og ég skrifaði einhvern tíma niður, varveitum við trúna með byssum? Nei, við höfum andleg vopn og orðskviðirnir, ef við tökum bara hvernig við varveitum trúna, þá gefur Salómon okkur ráð, orðskviðirnir 4:23, varveit hjarta þitt framar öllu öðru, því það eru uppsprettur lífsins. Hafa hreint hjarta, það varveitir trún okkar, það varveitir okkur í trúnni. Og haltu fláraði munnsins burt frá þér, lát falsvarana vera fjarri þér. Prófið sem Eva féll á var að hún misti trúna. Hún hætti að trúa Guði og fór að trúa lygaranum, höggormunum sem kom og tældi hana. Og Páll orðar þetta svona í 2. Korintubréfi 11:3. Þá orðar það svo: ég er hræddur að eins og höggormurinn tældi Evu með flærsinni, svo kunni og hugsanir í þeirra spillast og leiðast burt frá einlægri og hreinni tryggð við Krist. Svo heldur Páll áfram og fer að tala eitthvað að þeir hafi meðtekið annað fagnaðarerindi og hafi fengið annan anda, og það var og er hluti af blekkingunni. Sjáðu, hrein tryggð við Krist, það er hrein tryggð við sannleikan og hið sanna fagnaðarerindi. Ást og friður fagnaðarerindið segir þér að þú getur lifa bara áfram í syndinni, haft þinn regnbogafána og sem sagt þú ert frelsaður og leystur, en þú heldur áfram að lifa í synd. En Jesús Kristur, hann sagði: gerið iðrun og trúið fagnaðarboðskapnum, snúið ykkur frá syndum ykkar og ég mun vera ykkar Guð. Þannig að Jesús Kristur kom til að frelsa frá synd, ekki með afvegaleiðandi falskan kærleika til að segja okkur að við gætum lifað í synd. Lausnin er alltaf að frelsast frá syndum okkar. Kristindómurinn snýst það. Þannig að prófið sem Eva féll á var að hún hætti að trúa orðum Guðs. Hún hugsaði: já, þetta er það satt, sagði djöfullinn. Og það er svo oft, það er allir að gera þetta í dag, þannig að þetta hlýtur að vera í lagi. En það verið bara talað til mín í undanfarin ár. Jesús segir: sá sem elskar mig, hann heldur boð mín. Og í Þessalónikubréfinu þá er talað að fyrirlíta boð hans. Og hvernig fyrirlítum við boð hans? Jú, með því að breyta ekki samkvæmt hans orði. Ef við vitum hvað er rétt, við gerum það ekki, þá fyrirlítum við hann. Þannig að það er svo að hafa þetta hreina hjarta, og það er það sem hann er að leita að, hreint hjarta, sönn trú. Ég elska þig, Jesús, sama hvað aðrir segja, þá ætla ég að breyta eftir boðum þínum. En þetta annað fagnaðarerindi, að það er bara eins og fake news, og það flæðir yfir að Guð er svo góður að það er engin dómur, þú ert ekki að taka upp krossinn lengur, og það er ekki til sem heitir synd, og Guð, hann elskar þig bara eins og ert, og þú þarft ekki að breytast. En það eru fake news, það er ekki fagnaðarerindið. Og til að varveita trúna, þá berjumst við trúarina góðu baráttu, og í Opinberunarbókinni 3:11 þá er okkur sagt að halda fast. Okkur er sagt að halda fast því sem við höfum. Ef þú átt að halda fast, það þýðir líka að þú getur sleppt. Og vitið þið hvað, ef þú ert að halda í björgunarhring í ólgusjó út á hafi og það er einhver að reyna að toga þig upp, ef þú sleppir, þá getur það verið þinn dauði. Þannig að björgunarmaðurinn, hann segir: haltu fast, við erum að ná þér. Og það er þetta sama, og Guð er að segja: haltu fast svo að enginn taki kórónu þína. Þannig að kórónan, hún er það sem að við fáum ef að hann finnur trúna, þessa
þetta gull í hjörtum okkar þegar að hann kemur. Þá erum við verðlaunuð með kórónum. Nú, að varðveita trúna, hreint hjarta og halda fast, berjast trúarina góðu baráttu og svo það hlýðni við hans orð. Og þá höfum við hreina samvisku og erum í trú. Það erfitt að hafa trú ef ég með óhreina samvisku. Og ég get ekki beðið Guð neitt ef ég veit að það synd í mínu lífi, ef ég veit að ég broti boðans, ef ég veit að ég gert eitthvað sem að hann honum vanþóknanlegt, þá verð ég fyrst að krjúpa og ég verð fyrst að segja Drottinn, takka þér fyrir að blóðið hreinsar mig, takka þér fyrir að þú fyrirgefur mér. Og þá get ég verið í trú, af því að þá erum við sáttir. Yonggi Tuju, sem var pastor fyrir milljónmanna kirkju í Kóreu, hann dáinn fyrir nokkrum árum held ég, hann orðaði þetta svona, I pray and I obey. I pray and I obey. Þannig að við báðum hérna síðast, eða ég talaði síðast þessa bæn að biðja svo fögnuður okkar yrði fullkomin. Og það bæn sem við biðjum fyrir sjúku fólki. Við viljum biðja svo fögnuður okkar verði fullkomin svo við sjáum það heilbrigt. En það önnur bæn sem Jesús bað og annar maður bað, og ég ætla að sýna ykkur núna á rétt strax myndband í 7 mínútur frá, ég sagði ykkur frá þessum manni, sýndi ykkur smábrot næst síðasta sundag. En aðeins hérna inngangur í það, Jesús hann bað, og það má segja að þetta trúabæn. Hann sagði, ekki minn vilji heldur þinn. Ekki minn vilji heldur þinn. Ef mögulegt farið þessi bikar fram hjá mér, en hann sagði, ekki minn vilji heldur þinn. Og þetta stundum erfitt að biðja þetta í trú. Og hérna, af því að við viljum svo oft okkar lausn, við viljum losna úr þessum kringumstæðum og við viljum ekki fara í gegnum eldin. En Jesús sagði, verði þinn vilji ekki minn. Og ég var að hugsa, ef Jesús hefði notað trú sína til að beita valdi, og hann sagði það við Pílatus að hann gæti gert það, hann gæti kallað 20.000 engla niður ef hann vildi og bara rústað liðið. Ef hann hefði gert það, þá erum við ekki hérna í dag. Hann sagði ekki minn vilji af því að hann vissi hver tilgangur hans var. Kenneth sem var trúboði og fór til Norður-Kóreu, ég sagði ykkur frá því síðast að hann fór með 300 manns inn í Norður-Kóreu og þau fóru til að biðja á götunum. Og hann trúði því, og eða Guð hafði sagt honum að gera svo, að það væri eins og undanfarið þess að vakningin kæmi til Norður-Kóreu. Svo var hann handtekinn og hann lendir í fangelsi í yfir 2 ár. Og það var heilmikil barátta. Ég held ég hafi sagt ykkur frá því að hann var tekinn og hann var með tölvuna sína með sér og hann tekinn þarna ákveðin stað yfirheyrður í 30 daga. Þeir taka hann úr buxunum og skónum og hann látinn vera þannig í 30 daga meðan þeir eru að reyna að finna eitthvað á hann. Og að lokum þá bara sagði hann þeim sannleikann að hann væri trúboði og hvað hann hefði verið að gera. Og hann var dæmdur í, ég man ekki hvað það var, 20 ára fangelsi. En hann var leystur úr haldi, það voru 130 eitthvað þúsund undirskriftir sem komu til Obama og Obama sendi hérna fólk að sækja hann þegar 2 ár voru liðin. En hann segir frá þessu að það var þessi barátta sem hann átti í, að hann bara var að biðja Guð alltaf að losna. Og nú ætla ég kannski bara að fá þetta vídeó upp svo við fáum bara að heyra hvernig hann segir frá þessu. Normally from 8 a.m. to 6 p.m. But if I did not finish what I was supposed to do for that day, then Þetta var vinnutíminn hans frá 8 til 6. in the evenings. But 8 or What 9 time did or you have to 10. wake up? I get up at 6 in the morning. Okay. Yeah, so
But so I was, doing a lot of farming work, the manual hand work, and the carrying rock and digging ground. Some many Það var að vinna type of, garðyrkjustörf different og erfiðisvinnu tasks I had to do. 10 tíma á dag. During the Very summertime, little food, I would assume. yeah, the summertime is about, it goes up to about 110 degrees Celsius, the Fahrenheit. So I drank like 4 or 5, the pitchers of water, and I never go to bathroom because I sweat it out. Sweat out. And in the winter time, is go down to below zero, and it's just terribly cold. My hand is all, just getting, it's just a lot of frostbite and things like that, and the happenings, and it's just and then evenings, they actually make me to sit in the chair, not able to lay down until 10 p.m. And then 10 p.m. I'm able to lay down, but they have a light on. It's hard to sleep with the light on. And also, there's no bug screen. So if I will open the window a little bit, a lot of bugs will come in. I had to kill about 200 bugs per night. And it was an incredibly difficult task, being bitten by different type of bugs all days, every days. And then I had arthritis pain, so I got up at every hour and shook my hand for 20 minutes. I went back to sleep. I got up. So suffering was real. So I asked the Lord, how long will this suffering will last? And the Lord said, Kenneth, even suffering is beneficial for you. And I didn't like his answer, but he said, but my grace is sufficient for you. And I am with you, Kenneth. So when you're weak, I am strong. And then, so through suffering, I learned to fix my eye upon the Lord. Through suffering, I learned to trust Him more. And then that kind of leading into finally, I was sent to the hospital because I lost more than 50 pounds in 3 months. And I was suffering, recovering, and then finally, my mom sent me a letter and saying that you need a faith like a Daniel's 3 friends. I knew I wasn't going home anytime soon. So Daniel's 3 friends were saying, God is able to save us, but even if He doesn't, Even if He doesn't. you needed that kind of faith. So I knew that the help is not coming. So I may have to make a decision. So for 3 weeks I ponder. Finally, I pray like this, Lord, you know that I want to go home, but not my will, but your will be done. Because every day I've been praying, but save me, O Lord, send me home, Yes. bring me home. Yes. Finally, I say, I give up my right to go home. Use me, O Lord. And then the Lord said, Kenneth, do you love me? Do you love me more than these? And then when he said that, I felt like he said, do you love me more than your wife and your children, your ministry, Yes. everything you've been living for? Yes. And even though I knew the answer was no, but I still say yes. Lord, you know that I love you, O Lord. And then he said, feed my sheep, take care of my lamb. See, when I was praying every day to save me, O Lord, but I didn't think about all these people around me. But he said, there are more than 40 guard and staff members around me. And then he said, I didn't send you here as a prisoner. You are here as a shepherd and my ambassador to serve these people, and they are my sheep. And I couldn't think that way because I just wanted to get out of it. You're focused on your pain, and because his it's pain. so painful. I couldn't think of anybody else. But after Yeah. 1 year being there, finally I knelt down and I prayed, use me, O Lord. Things started to change. Lord, open the door. And before they're just calling me my inmate number, which is 103. But from that moment on, one by one, they would come to me and say, Pastor, can I talk to you?
So I was doing like premarital counseling, family counseling, marriage, counseling, and then later on started to become their friends and their shepherd. And one man that said, hey, pastor, if I believe in God like you, is there any benefit? The other man said, if I believe in God like you, then what do I have to pay to your church? What's the obligation? And finally, one man said, after being there for 2 years, if God is real, how come you're still here? No one suffered as much as you have done. How do you explain that? And I said, maybe God may have different plan. His plan may include you. Without me, how are you going to hear about God or anything from outside? And he said, it's true. I never heard anything like this before in my whole life. So, in the beginning, one of the investigators asked me, I heard about God before, but never heard about Jesus before. So tell me, where does Jesus live? In Korea or China? He was born in Pyongyang, the capital city. He went to college. He worked for National Security Bureau. He never heard the name Jesus. This is what it's like to living in North Korea. And this is why I have to suffer in order to be in this situation. And I didn't know how I'm going to be helping them. But Lord said, be a little Jesus to them. And what will Jesus do? Don't preach the gospel, but live out the gospel to them. And daily I have to pray, oh Lord, help me to live like you, not to dishonor your name. It was a very, very difficult task. But I knew that suffering is no longer the obstacle in my life. It actually became a pathway to enter into God's heart. Amen. Oh my gosh. This Já, is ok. honestly, Þú getur svo sett á hinn bútinn. Þið sjáu hérna að það var einhver sem spurði hann, af hverju þarf þú að fara í gegnum svona marga þrengingar og þú trúir á Guð? Hvar Guðinn þinn? Og svarið var að þið hefðu aldrei heyrt Guð nema ég hefði komið hingað. Og baráttan sem hann átti í að hann var alltaf að biðja Guð eins og við, bara eðlilegt að við leystu mig úr þessum kringumstæðum. En þegar að hann gafst upp og sagði ekki minn vilji heldur þinn vilji, þá kom friður Guðs inn til hans og hann byrjaði að þjóna og hann var orðinn pastor fyrir fangaverði en það var sárt. Ég hefði ekki viljað vera í hans sporum og ég myndi ekki vilja fara í hans fótspor, ég ekki að segja það. Og hann bað heldur ekki það. En þetta bara þessi hluti af því að ganga í trú að segja ekki minn vilji heldur þinn vilji. Það einn hlutin af því. Ef við fáum núna lokin, það ein klippa hérna. And his name is more than enough to live for and even going to prison for, as long as I was in his presence. And that was the only thing that was matter. And then later on, 2 years after, all together in 2 years, finally the warden of the prison shook my hand and said, I want to see you again, before he was sending me home. And he was in tears. So I knew God was with me and doing something during 2 years. I had to stay for another year in order to understand that I was there for the reason, and then there's something to be accomplished through the suffering. Amen. Ok, takk. Þannig hérna sjáum við, við höfum okkar stundum skilning á því að boða fagnaðarerindið. Hérna sjáum við Guðs skilning þar sem við erum notuð, kannski á þess að vilja það, og sem betur fer heyrir þetta til undantekninga, en ég kíkti aðeins inn á heimasíðuna hjá þessum manni og hann segir það reyndar í þessu viðtali að Guð hafi kallað hann til að biðja fyrir einingu Norður-Kórea, eða Norður-Kórea sameinist við Suður-Kóreu, og hann trúir að það sé mögulegt. Alveg eins og góður bróður sem
ég var að lesa bók eftir sannleikurinn Palestínu. Hann fór til Rússlands 1991 og hann bað þar á torginu í Moskvu, hvað heitir torgið, Rauðatorgið, og þau fóru þarna og lofuðu Guð og það var, má segja bara, kraftaverki líkast að þau gátu gengið þar með uppréttar hendur og lofa Guð og hann var að segja að síðar var nokkrum árum setna þá var stór samkomuherferð á þessu torgi og hann trúði því að undirbúningurinn var bænin, alveg eins og þessi maður sem að fara inn í Norður-Kóreu, hann trúir að undirbúningurinn sé bænin og þessi sem skrifar bókina, hann segir, ég trúi því að þetta geti líka gerst niður á Gaza, að við fáum að sjá fólk frelsast og ef þið lesið 9. kaflan í Sakaría að samkvæmt því þá vill hann meina það að Jesús eigi eftir að verða predikaður á Gaza og við fáum að sjá trúarvakningu þar. En mun hann finna trúna í hjörtum okkar og erum við sem sagt tilbúin að fylgja honum í gegnum súrt og sætt sama hvaða ágengur. Það er það sem hann það sem Jesús að spurja eða segja, mun ég finna trúna. Og hann fór og hann kemur og málið að hann þráir að finna trúna í þínu hjarta þegar hann kemur. Og ég var að hugsa, þegar upprifningin verður, er það ekki bara trúin sem tengir okkur við kraftin sem að hrífur upp á sem sagt, síðasta tíma, hvenær sem það verður. En málið er að hinn sanni Kristur, hann leið og hann segir að stundum þurfum við að líða með honum og það er sannleikurinn og það er þessi trú sem er dýrmætari en gull, að við erum tilbúin að fylgja honum eins og segir í einu gömlu sálmi, hvers sem hann vill leiða honum fylgja vil. Þetta er sálmur sem var sungin þegar við tókum skírn í gamla daga. En amen, mér langar bara að miðla þessu með ykkur í dag og við ætlum að syngja hérna einn söng og ganga svo inn í brauðsbrotninguna sem hann Snorri ætlar að leiða okkur í. Vorar misgjörðir tók hann á sig, fyrir hann spenn